Ísland í hópi 10 Evrópuríkja sem verða fyrir mestri mengun frá skemmtiferðaskipum, samkvæmt skýrslu umhverfissamtaka. Loftgæðasérfræðingur segir að brunin í skipsvélum sé oft óhreinn. Búið að slökkva að mestu gróðurelda norðan við gosstöðvarnar á Reykjanesskaga. Mikil mengun sunnan og austan við eldstöðina. Hiti fer enn yfir 40 gráður beggja vegna alla Atlantsála. Hæsti hiti í sögu Evrópu gæti mælst á Ítalíu í vikunni. Á sama tíma valda rigningar manntjóni í Asíu. Landeigendur í Aðaldal segja að áratuga rekstur Laxárvirkjunar hafi stórskaðað lífríki Laxár. Tekjutap af minnkandi veiði í ánni nemi hundruðum milljóna króna. Nýjungar ryðja sér til rúms í annars rótgróinni matarmenningu Ítala. Pasta búið til úr skordýrum orðið fáanlegt víða. Gott kvöld. Ísland komið á topp 10 listan yfir þau Evrópulönd sem glíma við mesta mengun vegna skemmtiferðaskipa. Umhverfissamtök staðhæfa að mengun frá skemmtiferðaskipum í Evrópu sé margfalt meiri en mengun frá bílaflota álfunnar. Þeir eru orðnir ansi margir risarnir sem hafa lagst hér við bryggju í sumar. Þetta eru alls konar skip, sum taka nokkur 100 farþega, sum taka nokkur 1000. Þetta eru skip á öllum aldri, það elsta sem væntanlegt hérna í sumar að banki 60, Ocean Majesty. Flest hinna töluvert mikið yngri. En eins og ég segi alls konar skip, en það sem þau eiga flest sameiginlegt að upp úr skorsteinunum stendur oft bláleitur reykur. En hversu mikið menga þau í raun? Í nýlegri skýrslu frá evrópsku umhverfisverndarsamtökunum Transport and Environment kemur fram að þau 218 skemmtiferðaskip sem sigldu Evrópu í fyrra hafi losað rúmlega 4-falt meira af heilsuspillandi brennisteinsdíoxíði en allur bílafloti álfunnar til samans. Og þetta náttúrulega rosalega stórar vélar í þessum skemmtiferðaskipum sem brenna mikið af olíu. Og mér skilst að þessi bruni sé ofta ekkert sérstaklega hreinn og þetta fer mikið til óhreinsað út í andrúmsloftið. Hún hefur ekki haft tök á að kynna sér skýrsluna og getur því ekki lagt nákvæmt mat á niðurstöðurnar. Ísland samkvæmt skýrslunni í 9. sæti yfir þau Evrópulönd sem glíma við mesta brennisteinsdíoxíðsmengun vegna skemmtiferðaskipa. Þau hafi skilið eftir 371 tonn af slíkri mengun við landið í fyrra. Það álíka mikið og álverið í Straumsvík losar af SO2 á 1,5 mánuði. Skítugustu skipin tilheyrðu MSC skipafélaginu. Flotinn telur 22 fljótandi borgir sem saman losa meira brennisteinsdíoxíð en bílafloti Evrópu ef marka má skýrsluna. Nokkur hafa vanið komur sínar hingað til lands, til dæmis MSC Poesia og MSC Preciosa. Í samanburði við eldsneyti sem dælt á fólksbíla skipaeldsneyti bæði óhreint og gamaldags. Það má þegar best lætur innihalda 100 sinnum meira af brennisteini. Þó að alþjóðlegar kröfur hafi verið hertar, eykst mengunin. Skipum fjölgar hratt, þau staldra lengur við í höfnum og brenna því meira eldsneyti. Mengun frá skemmtiferðaskipum mælist lítið á loftgæðamælum Umhverfisstofnunar, þó að hún sé oft mjög sýnileg. Við höfum svolítið reynt að mælda og sett mæla hér og þar nálagt skemmtiferðaskipum, en það hefur verið svolítið erfitt að fá okkur út úr því. Það væri hægt að fjölga mælum eða kortleggja mengunina með því að keyra upplýsingar losun skipana saman við veðurgögn. Útblásturinn frá bæði skipum og díselbílum inniheldur oft fínar svifryksagnir sem ógna heilsu fólks. Svifryk mjög heilsuspillandi. Og svo koma líka önnur efni úr þessu og það til dæmis köfnunarefnisdíoxíð og brennisteinsdíoxíð. Og við vitum það líka að þessi efni heilsuspillandi. Enn lokað að gosstöðvunum við Litla-Hrút á Reykjanesskaga. Slökkvilið lauk störfum norðan megin við gosið undir kvöld en gróðureldar loga enn sunnan og austan megin við það. Alma Ómarsdóttir við eldstöðina. Alma, hvernig ástandið þarna núna?
Já, slökkviliðið metur það sem svo að þeir séu búin að ná tökum á eldinum hérna megin eldstöðvarinnar. Það töluvert stórt svæði hérna sem er brunni, þannig að það hefur örugglega logað glatt hérna fyrr í dag. En það samt synd að hugsa til þess að það sé lokað hingað inn á eldstöðvarnar akkurat núna, að því eins og kannski sjáðu fyrir aftan mig að þá skartar eldgosið sínu fegursta hérna. Það ótrúlegt að sjá hvernig hraunið vellur upp úr gígnum og liðast síðan niður meðfram hlíðum Litla-Hrúts í fallegri hraunelfur. En það ekki að ástæðulausu að hingað hefur verið lokað. Það þessi mengun sem hérna í loftinu og slökkviliðið hefur unnið gríðarlegt þrekvirki hér. Við ræddum við Einar Svein Jónsson, slökkviliðsstjóra í Grindavík, slökkvistarfið rétt fyrir fréttir í kvöld. Við ætlum að slökkva svæðið frá Litla-Hrút að hættusvæðinu í Keili og okkar störfum lokið í því. Það bara gengið vonum fram, við fengum frábæra mannskap til að hjálpa okkur af slökkvilögum kringum okkur og alls konar tólutæki. Það gekk bara vonum fram. En við sjáum að það rýkur hérna ennþá fyrir aftan okkur, þið farið ekki inn á það svæði eða hvað? Já, þetta hérna, við erum búin að taka brunarendurinn, þetta bara svona leifar inn á, en svona þetta bara hættusvæði sem hérna fyrir aftan okkur. Það sem rásin milli Keilus og Opsins. Þannig að bara við förum ekki með mannskap inn á hættusvæði. Þyrla Landhelgisgæslunnar sennilega notar skjónu sína til þess að skvetta á það. Og svo þurfum bara að kortleggja í kvöld austæðmegin hvernig er þetta bregðast við því. Þótt slökkvistarfi sé lokið í bili segir Einar að enn sé nokkur mengun á svæðinu og ekki á hvers færi að komast að gosstöðunum. Ég búinn að hitta einn og því þekkja nú sjálf hafa komist þarna upp yfir að komast hingað mjög torfæri. Þetta búið að taka okkur langa tíma að koma tækjum og tólum akandi. Meirihlutann af okkar mannskap var flogið upp þegar það útilokað að koma svona mannskap upp. Að labba hérna þetta þykkur mosi og hraunána. Það ekkert á hvers manns færi að labba. Þetta mjög langar leiðir að fara. Þannig að ég mæli alls ekki með því. Já, eins og hann sagði að þá mjög torfær leiðin hingað upp eftir. Við Bragi Valgeirsson myndatökumaður fengum að fljóta hingað í för með hópi vísindamanna, erlendra sem innlendra sem hér að störfum. Þeir hérna við mælingar til dæmis með drónum og hér voru á tímabili 6 drónar á lofti í einu og vegna þessara rannsókna þá hefur verið lokað fyrir aðra flugumferð hérna yfir gosstöðunum á meðan. En eins og ég sagði þá hérna hópur vísindamanna á störfum og ég ræddi við Melissu Ann Pfeffer það núna og við skulum heyra hvað þau að rannsaka hér. Og við að rannsókna þessi mengun líka frá eldfjöllum sjálf og það sem kemur frá gróðureldum. Einhverjar niðurstöður komnar? Ekki ennþá. Ég var búin akkurat núna að kíkja á fyrsta gögn sem kemur frá dróna og því miður var gossmokun svo sterk að gas var meira en mælingar mín get mæla. Svo ég þarf að fara upp á eftir og finna staðurinn í gossmokun hvað það minni gas til að mæla. Melissa segir að fjöldi rannsóknarhópa hafi komið að rannsóknum dagsins og að þær hafi gengið vel. Takmörk. Við að gera eldfjallarannsókn, svo viljum við mæla hvað í gossmokun, svo að við getum sjá gos að breyta eða kvikan sjálf að breyta. Svo það rannsókn sem bendur bara til eldfjallarannsókn. En við út hér í dag líka út af mengun. Svo við líka að skoða það sem kemur frá gróðureldum. Við viljum sjá þegar fólk að koma hér til að sjá þessi útrúlega flott gos. Það alltið góður að vera hér eða hvar eða hvenær mengun af mikið fyrir helsu? Við höldum okkur við fréttir af náttúrunni því ekkert lát á hitabylgjum í Evrópu og Norður-Ameríku. Rauðar veðurviðvaranir ná til 100 milljóna manna. Í Austur-Asíu fór hiti víða yfir 40 gráður í dag á sama tíma og hamfararegn olli manntjóni. Hitinn í Evrópu mestur á Ítalíu. Þar voru í gildi viðvaranir í 16 borgum í dag, þar á meðal í höfuðborginni Róm. Víða á Ítalíu á hiti að fara yfir 40 gráður næstu vikuna og á Sardiníu og Sikiley gæti hitinn á 48 gráðum sem yrði hæsti hiti í sögu Evrópu.
Menn, jafnt sem dýr, flykkjast á ströndina til að kæla sig í sjónum. It's really terrible. Like we're used to like the hot in Rome, but not this hot. I feel like this year it's been hotter than usual. Mikill hiti sömuleiðis á Grikklandi og á Spáni. Í Madrid verður hitinn á bilinu 35 til 40 gráður næstu vikuna og á La Palma, einnig Kanaríeyja, kviknuðu skógareldar í gær og þúsundir urðu að flýja heimili sín. Vindur gerði eldinum kleift að breiðast hratt út. Fue muy rápido, nunca había visto un incendio tan rápido como este. Í Bandaríkjunum ná viðvaranir til 115 milljón íbúa frá Flórida að vesturströnd landsins og í norður til Washington. Hitinn hefur farið yfir 43 gráður í Phoenix í Arizona 16 daga í röð og í Texas, þar sem svipaðar hitatölur hafa mælst, þurfa fyrirtæki ekki lengur að gefa starfsmönnum vatnspásur frá og með september. I handle the heat by just taking a bunch of breaks. Basically, anytime I feel like I'm getting too hot, go ahead and sit down for a minute in the shade. Try not to kill yourself, definitely. Drink plenty of water. That's the main thing right there. Drink plenty of water. Don't just be walking straight heat, especially during like mid-afternoon. Like that's when it's the worst. So last thing I want to be doing is passing out in the middle of Las Vegas Strip. Hitinn veldur usla víðar. Í Kína hefur hiti mælst og yfir 40 gráður og þar á hann einungis eftir að hækka í vikunni. Í Japan gætu hitamet fallið á næstunni en þar eru þó líka hamfara rigningar eftir því hvaða landshluta maður Hið sama upp á teningnum á Indlandi þar sem monsúnregn var 100 manns að bana á sama tíma og hiti fór yfir 40 gráður annar staðar í landinu. Í Suður-Kóreu eru svo minnst 37 látnir eftir helgina en þar hefur hamfararegn valdið aurskriðum og flóðum. Ekkert lát verður á rigningunni fyrr miðja vikuna í fyrsta lagi. Hingað heim og norður í land. Veiðiréttarhafar í Laxá í Aðaldal telja að áratugarekstur Laxárvirkjunar sé helsta ástæða hnignunar í laxastofni árinnar. Áhrifin af virkjuninni bætist ofan á erfiðar náttúrulegar aðstæður. Auk þess að horfa á náttúrulega hnignun í íslenskum laxástofnum hafa fiskræktendur áhyggjur af mannvirkjum við laxveiðiár og inngripum í lífríkið. Í Laxá í Aðaldal eru miklar áhyggjur á þessari þróun. Í gegnum árin hafa 2000 laxar komið á land hér í Laxá yfir sumarið þegar vel hefur gengið. Upp á síðkasti hefur hins vegar dregið verulegur veiði og síðustu 3 ár hafa 400 fiskar komið hér á land. Þetta auðvitað flókið samspil margra þátta en við teljum eitt svona meginþátturinn í þessari hnignun og það sem við erum að glíma við síðan í rekstur Laxárvirkjunar. Með tilkomu Laxárvirkjunar segir Jón að tekið hafi fyrir ísstíflur sem mynduðust í Mývatni og brustu með reglulegu millibili til góða fyrir lífríki Laxár. Og það virkar í rauninni bara eins og hreinsikerfi fyrir ána. Það gerist kannski 7 sinnum á vetri en núna gerist þetta sjaldan eða aldrei. Þá hafi Landsvirkjun hleypt sandi úr uppistöðu lónum Laxárvirkjunar í áratugi og við það hafi hrygningarstaðir efst í ánni eyðilagst. Einnig stöðvist grjót í lónunum, steinar sem væru bústaðir seiða næðu þeirra berast niður ána. Þetta hafi kallað á dýrar mótvæðis aðgerðir landeigenda. Þeir hafi meðal annars ekið grjóti og möl í ána til að búa til hrygningarstaði og það þurfi miklar tilfæringar við fiskrækt og hrygningu í ánni. Og þetta kostar í rauninni tugir milljóna sem koma svo ofan í þessa tekjuminnkun sem landeigendur hafa orðið fyrir hér. Sem dæmi nemi tekjutap af minnkandi veiði yfir 100 milljónum króna ár hvert. Og landeigendur eigi í samstarfi við Landsvirkjun. En allt framlag þaðan megi sín lítils í hlutfalli við það tjón sem Laxárvirkjun hafi valdið. Almennt séð kannski nálgun Landsvirkjunar svolítið mikið að sýna þessu jákvæðinni og reyna að styðja við rannsóknir en að gera ekkert sem getur rauninni bent til þess að þeir beri einhver ábyrgð. Þannig að okkur hefur ekki gengið vel við Landsvirkjun og fá þá til einhverja alvöru átaka. Klasasprengjur geta dreifst yfir svæði sem jafn stórt og 4 fótboltavellir að sögn sérfræðings og eru umdeildar vegna þess hve hættulegar þær eru almennum borgurum. Úkraínumenn fá senn klasasprengjur frá Bandaríkjunum. Klasasprengjur eru stórar sprengjur sem innihalda margar minnisprengjur. Þeim annarkvort varpað úr lofti eða á jörðuniðri. Þær dreifast víða og því erfitt að velja nákvæmt skotmark. Cluster munitions are controversial, mostly because of their indiscriminate nature.
Also, they can have a failure rate, the small munitions, of up to 40%. So these munitions can stay in the ground and cause a threat to the general population for decades, really. Tilkynnt var á dögunum að Bandaríkin ætli að senda Úkraínu klasasprengjur til að beita gegn Rússlandsér á hernumdum svæðum. Ákvörðun Bandaríkjastjórnar hlaut harða gagnrýni mannréttindasamtaka. Stjórnvöld í Bretlandi, Kanada og Spáni lýstu strax yfir andstöðu við beitingu vopnanna. La posición de España es una posición clara y rotunda, no a las bombas de racimo y sí a la ayuda a la legítima defensa a Ucrania que entendemos que no se realiza con las bombas de racimo. Yfir 100 ríki hafa undirritað sáttmála gegn notkun, þróun og framleiðslu klasasprengna. Ísland aðili að sáttmálanum og segir í svari utanríkisráðuneytisins við fyrirspurn fréttastofu að afstaða stjórnvalda gegn notkun þeirra liggi fyrir. Ísland sé aðili að samningnum og geti því ekki stutt notkun þeirra. Rússland, Úkraína og Bandaríkin hafa ekki bannað klasasprengjur. Moer hefur haft umsjón með hreinsunarstarfi eftir klasasprengjur í Suður Súdan og Kambódíu. It's really needle in a haystack scenario. You know, the cluster bomb explodes, you've got a failure rate of up to 40%. You're then looking at an area 4 times this, or four football fields in size, and you're then gridding that and conducting a search through it to try and find the shape of the cluster munition strike and then clear them. Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna áætlar að innan við 3% klasasprengna þeirra liggi ósprungnar eftir árás. Rússar eru sakaðir hafa beitt klasasprengjum í Úkraínu, þar á meðal í árás og lestarstöð í Kramatorsk. Úkraínumanna býður mikil vinna við hreinsun á jarðsprengjum og þrátt fyrir að hún sé vandasöm, segir Moer að hreinsun á klasasprengjum sé enn flóknari. Oft séu til skrár hvar jarðsprengjur hafi verið lagðar. With cluster munitions, however, because it's essentially random how they're dispersed, you don't know. Also, the areas that they're in can be urban as well as rural, and often you can find cluster munitions hanging in trees, so it's not just a threat on the ground either. Úkraínumenn heita að skrá hvar klasasprengjunum verður varpað og að beita þeim aðeins gegn Rússlandsér á hernumdu landi. Skordýr verða sífellt algengar í mataræði fólks víða lönd. Helgustu Ítala eru þar ekki undanskilin. Það nú hægt að fá pasta sem búið til úr pöddum. Fátt jafn ítalskt og pasta. Þar hefur þessi blanda eggja og hveitis verið undirstaða í matseld þjóðarinnar síðan á miðöldum. En nýjungar ryðja sér sífellt til rúms og svo allra nýjasta fer vafalaust öfugt ofan í marga. Pöddu pasta fáanlegt á Ítalíu í dag. Pöddur eru ræktaðar sérstaklega til þess að búa til bætið efni í pastadegið. Pöddurnar eru fristar, þá soðnar, síðan þurrkaðar, áður en þær eru svo muldar. Noi abbiamo una elevata sostenibilità dal punto di vista dell'allevamento, perché ti faccio un paragone con okay? Mediamente per ogni chilo ne uso 12 litri. Per produrre 1 chilo di proteine, non 1 chilo di carne, 1 chilo di proteine con la mucca, io devo usare quasi 60 ml d'acqua. Pöddu mjölinu síðan stráð út í hveiti áður en eggjum bætt við og pastadegið hnoðað. Það má síðan elda á hefðbundinn hátt og nota í allskyns pastarétti. Hér sést tagliatelle úr pöddu pastadegi. Hægt að panta pöddupasta víðsvegar Ítalíu. Ekki eru þó allir samfærðir. Io rispetto alle farine di grillo, alle farine alla carne sintetica, questa sicuramente è una carne che costa meno, anche se biologica, per il cittadino che la mangia, perché abbiamo visto che la carne non fa male se mangiata. Sicuramente anche perché una bistecca ti fa felice se la mangi. Gli insetti ho I miei dubbi, insomma. Ofurhugar svífa nú yfir svarta gljúfur í Hveragerði í lengstu sviflínu Íslands sem rúmur kílómetri að lengd. Forsvarsmenn segja náttúrufegurðina svo mikla að jafnvel lofthrættir slái til. Svifið yfir neðsta hluta Kambana og þar falin perla að sögn stofnanda Mega Zipline. Þetta gljúfur kemur öllum á óvart sem hafa komið. Stígurinn sem við lögðum þarna upp liggur að gljúfrinu á 3 stöðum sem eru bestu útsýnisstaðirnir og svo útsýnispallurinn yfir gljúfrið. Því að það hafa allir Íslendingar keyrt fram hjá þessu gljúfri en aðeins brotabrot sé það vegna þess að þú sér það ekki frá veginum því að Kambaöxlin hún skýlir því.
Forsvarsmenn Mega Zipline segja gesti í öruggum höndum og þeir geti notið ferðarinnar áhyggjulausir. 40 tonna akkeri haldi línunu niðri og skynjarar á bremsubúnaði tryggi að bremsur séu ávallt rétt staðsettar. Og það rosalega gaman að leyfa fólki að fljúga af turninum og sjá spenningin í þeim og ég hef með þess að náð nokkrum sem hafa verið mjög lofthrættir niður. Leið þú ert farin af stað þá svolítið gleymir þér. Þetta svo fallegt og byrjar bara að horfa og byrjar að skemmta þér. Hvernig var nú í þessu tæki? Þetta var bara mjög skemmtilegt. Þú fórst á maganum, þá fer maður svolítið hraðar. Hver var ástæðan fyrir því og ákast það? Þetta var eiginlega bara óvænt afmælisgjöf, sko. Ég veit ekki hvort ég hefði valið þetta sjálf. Varst þú svona yndislegur að koma henni svona óvart og setja hana bara eins og Superman niður brautina? Já, afmælisdagurinn þarf að vera eftirminnilegur, þannig var að finna eitthvað hugulegt til að gera. Þá bara að hrökkva, stökkva eða fljúga. Já, ensk-franska söng- og leikkonan Jane Birkin látin, 76 ára að aldri. Birkin var einna þekktust fyrir tónlist sem hún gerði með franska listamannanum Serge Gainsbourg sem hún átti einnig í ástarsambandi við. Hér heyrum við þeirra þekktasta lag, Je t'aime, mon non plus, frá árinu 1969. Birkin var síðar á lífsleiðinni farsæl leikkona og lék hún undir stjórn þekktustu leikstjóra Frakklands. Hún var talin til tískugoða á 7. og 8. áratugnum. Árið 1984 hóf tískuhúsið Hermes að selja handtöskur undir hennar nafni sem eru meðal eftirsóttustu vara í heiminum. Birkin lést á heimili sínu í París. Á morgun verður norðvestlæg eða breytileg átt á landinu, víðast 3 til 8 metrar á sekúndu en hvassara með norðausturströndinni. Bjartviðri mest allt land en að mestu skýjað norðaustan til og lítilsháttar væta af og til. Hiti 6 til 12 stig en alltaf 20 stig sunnanlands að deginum. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér í kvöld. IBVF tók á móti Botliði Keflavíkur í eina leik dagsins í bestu deild karla í fótbolta. Spilað var til úrslita í einliðaleik karla á Wimbledon risamótinu í tennis og Novak Djokovic gat jafnað besta árangur tennisspilara í sögunni. Grófar Kólumbíukonur, góður andi í víkinni. Þegar þetta var HK Víkingur þá var umgjörðin ekkert rosalega, við vorum svona eins og skilnaðarbarn. Og fleira til í íþróttafréttum kvöldsins. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Ísland í hópi 10 Evrópuríkja sem verða fyrir mestri mengun frá skemmtiferðaskipum, samkvæmt skýrslu umhverfissamtaka. Loftgæðasérfræðingur segir að brunin í skipsvélum sé oft óhrein. Búið að slökkva mestu gróðurelda norðan við gosstöðvarnar á Reykjanesskaga. Mikil mengun sunnan og austan við eldstöðina. Hiti fer enn yfir 40 gráður beggja vegna Atlantsála. Hæsti hiti í sögu Evrópu gæti mælst á Ítalíu í vikunni. Á sama tíma valda rigningar manntjóni í Asíu. Landeigendur í Aðaldal segja að áratugarekstur Laxárvirkjunar hafi stórskaðað lífríki Laxár. Tekjutap af minnkandi veiði í ánni nemi hundruðum milljóna króna. Nýjungar ryðja sér til rúms í annars rótgróinni matarmenningu Ítala. Pasta, búið til úr skordýrum, orðið fáanlegt víða. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Sumarlandinn verður á flakki í sumar og hittir landan fyrir í sínu náttúrulega umhverfi upp á fjöllum, út í garði.